í ár verður þetta uppbyggt eins og seinustu ár. Það verða þrjú svæði, eða 3 kaflar. Fyrsti eru krossaspurningar. Það verða 15 krossaspurningar og hver þeirra mun gilda 2%. Það verður ekki dregið niður fyrir vitlaus svör. Það verður dregið niður ef það eru 2 svör. Svo lengi sem það er 1 svar augljóst og það er rétt, þá fáið 2% per krossaspurningu. Þetta er samtals 30%. Síðan höfum við forritunarspurningar. Það verða 4 spurningar sem munu gilda 10% hvert. Þær munu skiptast líklega þannig að verður 1 tengd HTML, 1 tengd CSS, 1 tengd JavaScript og 1 tengd einhverju blöndu. HTML, CSS og JavaScript eða CSS og JavaScript, eitthvað svoleiðis. Síðan verða ritgerðspurningar. Það verða 4 spurningar og hver þeirra mun gilda 10% og það er að segja 3 bestu munu gilda 10%. Þannig að ef þið hafið nægan tíma og þið eruð óviss, þá getið þið jafnvel náð ykkur í nokkur aukastig ef þið svarið öllum og einhver. Þið fáið kannski 8 punkta fyrir eina spurningu en 5 fyrir hina, 8 og 9, þá getið þið fengið í raun hærra. Þannig að ef þið hafið tíma. Engin krafa svaraði öllum. Síðan er ég búinn að búa til lista hérna af atriðum til grundvallar lokaprófi og frábært þá hættir RHI að svara á tíma. Þannig að kemum þetta hér. Og það virkar ekki. Geggjað. Hérna er þetta. Ok. Þessi hérna atriði tók ég saman. Þetta er ekki öll atriðin sem við fórum yfir. En þetta eru þau atriði sem ég er að horfa sérstaklega til. Ef þið getið skoðað þennan lista og sagt svarað þessu öllu. Þetta eru ykkur 180 atriði og svo. Ég meina, en þú veist, þetta er alveg niður, þú veist, hvað er textaritil? Hvað er vefforrit? Hvað er vafri? Þetta er alveg svona. Hvað er HTML? Hvað er W3C? Og ef þið getið svarað þessu hérna, þá unnið þið geta svarað 90% af spurningum á lokaprófinu. Ég er ekki að lofa því að þetta sé nákvæmlega öll atriðin sem að verða á lokaprófinu, en ég er búinn að finna til svona 80% af spurningunum og þær eru allar úr þessum lista. Þetta var gert á sama tíma, þannig að það er í raun það verður þannig. Stærsti parturinn á lokaprófinu verður úr þessu hér. Þannig að ef þið getið svarað þessu öllu, þá eru þið góð. Og síðan er í raun bara listi hérna yfir það, þessi atriði. Og mælum við bara að fara yfir hann. En síðan eru lokaprófið. Þá skulum við bara kíkja það og kannski droppa einhverjum hintum líka á meðan við fyrir með þetta hérna. Ok, þetta próf, ég er bara með template, þetta mun líta nákvæmlega svona út. Nefnum að vera aðra dagsendingar, þannig klukka. Ok, prófið verður bæði á íslensku og ensku. The test will both be in Icelandic and English. Það eru nokkru nemendur sem ég held að enginn sé hérna í dag sem eru ekki tala ekki íslensku, þannig að þið sjáu þá, þannig að ef þið eru búin að googla eitthvað og sjá einhver, þá geti gripið kannski konteksti betur úr enska textanum en íslenska textanum. Þannig að þið svona hafið það, lesið þetta spurningarna bæði á íslensku og ensku, þá gætið þið fengið meiri upplýsingar en minni. En við sleppum þessa spurningu. JS Hint, í okkar tilfelli getum við skipt út JS Hint fyrir JS Lint. Segjum bara, JS Lint er dæmi tól sem getur hjálpað okkur að skrifa betri JavaScript-kóða. Hvernig virkar það? Breytir típukörðu JavaScript úr því að vera dýnamískt yfir að vera statískt. Bætir við virkni í ritli sem klárar fyrir okkur algengaskipanir. Sendir kóðan okkur á jshint.com þar sem reyndir forritar að fara við kóða og senda tillögur tilbaka. Lætur okkur vita af algengum villum sem við gerum við smíði á JavaScript-kóða. Og það er hvað? Vel gert. HTTP, við fórum ekki jafn djúpt í HTTP og við höfum gert hérna fyrir ár, en hver af eftir töldum fullyrðingum HTTP er rétt. HTTP krefst þess eingöngu að client geymi stöðu. HTTP notar JavaScript fyrir virkni og framenda. HTTP byggir á að client sendi request og server sendi response. HTTP hefur aðgerðir sem eru flokkaðar. Til dæmis eru aðgerðir í 300 flokknum aðgerðir til að áfram senda.
C og nú man ég ekki að því að ég hef alltaf, þetta er 5. lokaprófið sem ég er að fara að halda, ég hef alltaf verið með að minnstu kosti 1 bugg í prófinu og ég náttúrulega bara finn hann, þið gætu fundið hann í prófinu, það gerist yfirleitt, það var bara eitthvað damn, ég skrifa prófið, ég lesi yfir það, ég fæ félaga til að lesa yfir það en það er alltaf eitthvað sem fer klikkar og þetta hérna, því að þessi hérna er líka hér eru aðgerðir sem eru flokkaðar, þannig að þetta er svona smá trikki að lesa þetta hérna, methods, þetta er kategorized, þannig að meiri upplýsingar í þessu hérna, en sér hér rétta svarið. En já, ef þið finnir bugg, og það er mjög líklegt, það er buggur, það er bara 100% fyrir reynsla sín, það er 100% líkur á því, þá bara getið þið spurt mig og ef það er, þá læti ég síðan alla hópana í öllum stofunum vita. Ef það gerist of seint, þá tek ég bara tillit til þess í yfirferð, en ég mun alltaf taka tillit til þess í yfirferð. Ok, þetta á ekki við okkur. Div og span eru element sem standa sér. Þau gildir að þau ber ekki merkingu og því ætti alls ekki að nota þau vegna merkingafræði. Þau bera merkingu en hún er óræð og því ætti alls ekki að nota þau. Þau ber ekki merkingu en ef svo ber við er í lagi að nota þau. Þau bera merkingu og er hún það almenn að við getum notað þau fyrir allt. Og þarna er svona sem að ég gerir stundum, ég er þekktur fyrir að gera, að það er að nota svona absolutisma, eins og hérna, alls ekki. Það er ekkert sem þú ættir ekki að gera, aldrei, alls ekki. Þannig að það er þetta, í raun, nota það og það er á ekki við og á ekki við, en það er líka ekki, alls ekki. Og þá er C eða D. Þau bera ekki merkingu en ef svo ber við er í lagi að nota þau. En hún er það almenn að við getum notað þau fyrir allt. Og þannig er aftur, bæði svörin eru tæknilega rétt en C er meira tæknilega rétt í okkar konteksti. Og það kemur fram hérna í byrjuninni. Ef merkt er við fleiri en... ég setti það í hérna, jafnvel út af þessari spurningu eða einhver annar spurningu, að það sem við viljum velja hér er C, af því að þau ber ekki merkingu, en ef við erum með önnur element sem bera merkingu á því fyrir það sem við erum að gera, þá viljum við nota þau, en við viljum ekki nota þetta fyrir allt. Við viljum ekki setja div og span um allt, sem er það sem að hitt er að gefa til kynna en mætti lesa annar. Hugtakið cascade í CSS skilgreinir gildi fyrir hvert selektor í CSS sem ræður því hversu mikilvægur hann er, röðina á skilgreiningum fyrir hvert element, gildi fyrir hverja reglu sem skilgreinir hvernig sjálfgefin gildi flæða yfir hana, röðina á skilgreiningum í skjalinu. Það er náttúrulega þetta byrja bara því að henda út einhverju sem á ekki við. Það skilgreinir ekki gildi fyrir hvert selektor, eða hvað? Röðina á skilgreiningu fyrir hvert element. Skilgreinir ekki röðina á skilgreiningu fyrir hvert element. Gildi fyrir hverja reglu. Hvað segir þið? Þetta er ekki góð spurning. Það er ekki augljóst, jafnvel fyrir mig sem ég horfa á þetta hérna, hvað ég var að hugsa. Þannig að ég er blessunarlega orðinn betri að skilgreina spurningar eftir því sem að það hefur gerst oftar, en C, gildi fyrir hverja reglu sem skilgreina hvernig sjálfgefin gildi flæða yfir hana. Já. 1.7 á ekki við okkur, 1.8 á ekki við okkur, 1.9 ekki við okkur. Ok, 1.10, hvert af eftirtöldu er gilt url? http://example.org/foo spurningamerki bar_bas example.org/foo spurningamerki bar_bas http://example.org/foo/bar_bas example.org/foo spurningamerki bar_bas. Við getum alltaf að byrja á því að henda út D og B af því það hafa ekki protokollin sem við erum að nota.
og þá stöndum við eftir með hérna eitthvað sem með 1 nema hér tvípunktur fú og ekki tvípunktur fú og tvípunkturinn til að skilgreina hvað portnúmerið og það á að vera tala en ekki strengur, þannig að réttir hér A. Þetta á ekki við okkur. Eitt af því sem SAS býður okkur ekki upp á að útbúa grindur, útbúa mixin fyrir aðgerðir, skilgreina breytur, skilgreina nestaða selektora. Ok, SAS leyfir okkur að skilgreina breytur og það leyfir okkur að skilgreina nestaða selektora og það leyfir okkur að útbúa mixin, en við getum síðan nota mixin til að útbúa grindur, þannig að það eitthvað sem SAS út úr boxinu leyfir okkur ekki beint að gera að útbúa grindur. Það gefur okkur bara tólinn til að geta búa til. Þannig að hér það A. Eftirfarandi CSS selektor velur og þá það main. Tölva mín í mjög miklu vandræðum með að leiða mér að skrolla hérna. Ok, wow. Main, sternenn, section, bil, h2.important. Allar h2 fyrirsagnir með class important sem afkomandi section sem barn main. Allar h2 fyrirsagnir með id important sem afkomandi section sem barn main. Allar h2 fyrirsagnir með class important sem afkomandi section sem afkomandi main. Allar h2 fyrirsagnir með id important sem afkomandi section sem afkomandi main. Ok, þannig að það eitthvað pattern hana. Við getum byrjað því að sjá hérna important og við munum að punktur fyrir class, þannig að við getum strokað út B og D strax og þá raun hver munurinn á hinu tvennu. Class important, afkomandi section sem barn main sem afkomandi main. Þá það hérna barn eða afkomandi main. Og þá það þessi hérna skilgreinir barn, þannig hérna svarið A. Wow. Þetta var ekki okkur. Hvað gerir mér þetta? Ok, hver verður niðurstaðan ef eftirfarandi JavaScript kóði keyrður? Þá erum við með eitthvað fall hér sem tekur inn F og G og X. Og það kallar í F af X og leggur saman við niðurstöðuna í G af X. Svo erum við með eitthvað X hér, við erum með eitthvað fall square sem margfaldar það sem sent inn í það. Og svo erum við með result sem í raun útkoman af því að kalla í þetta kalkfallinu uppi með fallinu square sem þá í raun fall hérna út af því að þessi hérna breyta með nafnlausa fallið hérna, þetta. Þannig að það hérna fyrir fallið, F-ið, þá getum við horft bara það. Og svo eitthvað annan nafnlaust fall hérna inline sem tekur við einhverju y hér, einhverju x hér og leggur það við y gildi sem kemur inn hér og 10. Og þetta sendt inn með gildi hérna 2. Ok, þannig þá þurfum við að passa þetta og þá mjög gott bara að króta hverju gangi hérna. Þannig að fyrsta gildið það function x num x. Það fyrir 2, af því það það sem sendt inn hérna. X hér, fer inn í F hér, F hér. Þannig þetta hérna skilar 2 sem 2, það 4. Ok, þá veitum við að þetta hérna 4, 4. G af x. Ok, það tekur hérna function y. Þá þurfum við að sjá hérna að hér þetta bundið við x-ið í scope hér. Þannig að þetta hérna x verður þetta hér x. Plus y sem kemur inn hér, sem við veitum ekki hvað plus 10. Þannig að þetta verður y plus 15. Þannig að 10 plus 5 eru 15. Og svo verður kallað í þetta hér, y hérna verður 2. Þannig að 10 plus 15 plus 2 eru 14. Og þá verður þetta 14 plus 4, það eru 18. Það verður svona spurning, það sem að ég lesi eitthvað kóða og þurfa að reikna. Þá bara að vera óhrædd við það að brjóta þetta niður. Og 14.
Vá. Það væri gott að kunna reikna að leggja saman, sko. Ok, 15 pluss 2, 4, vá, ok, hvað vorum við með? Við vorum með 2 og 2, 4, x, þetta eru 15 pluss 2, 17, þetta eru 21. Takk fyrir að tjekka mig á að ég kunni að leggja saman tölur, það er flókið stundum. 21, en þarna er akkurat hægt að trippa upp og skrifa 18. Já. Af því að það eru fleiri spurningar sem getur krafist þess að fólk leggi saman að dreigja frá og það er stundum erfitt eins og við erum bara að kynnast. En hér kemur dæmi þar sem er bæði HTML og CSS og það er mjög líklegt að svona dæmi komi þar sem að þið fáið gefið eitthvað kóða boot eins og hérna er eitthvað HTML fyrir eitthvað og eitthvað CSS sem á við þetta HTML og þá er þessi hérna spurning hún er hérna 15%, ég ætla ekki að hafa svona stærri, ég ætla frekar að brjóta það niður í 4 spurningar en hún sem byrjar á því að spyrja hvernig lítur kart út? Teiknið einfalda mynd og með einfalda mynd er nóg að teikna einfalda mynd og það er þetta að vísa í því þið þurfum ekki að vera svo góð að teikna, þið getur sagt hei, kart á hérna að vera með border radius 5 pixlar, þannig að það eru rounded corners, þá getur sagt hér á að vera rounded corners, það er nóg, ég er bara að skilja að þið viti hvað þetta er að vera. Hérna, padding 10, það eru 10 pixlar efst, það eru 15 pixlar síðan, 10 pixlar neðst, 15 pixlar til vinstri. Það er 1 pixel solid utanum. Þannig að ef ég segi einhvern annan lit, þá þurfið ekki að vera með liti líka. Svo er margin 10 pixlar fyrir ofan og svo er þetta miðjað inn í einhverjum container. Þannig að það getur sagt, hei, hér er einhver container, þetta er miðjað inn í honum. Það er 200 pixlar á breidd. Síðan er inn í heading er text align center, þannig að þessi texti hérna fyrir ofan, hann er miðjaður inn í kartinu, þeir eru búin að teikna hérna hvernig kart lítur út. Síðan er contentið, ef ég bara geti skrollað þessu eðlileg manneskja hérna, þá er myndin miðjuð, hún tekur 50% af breiddinni og hún er líka miðjuð, tvíttekið, hvað er í gangi? Þannig að þá getið ég teikna mynd hérna sem að ég ætla ekki að reyna eitthvað svona kart hérna og svo inn í því er texti sem er miðjaður inn í kartinu og svo er mynd fyrir neðan sem er miðjaður þar fyrir neðan og tekur 50% af 200 pixel sem er í heildina. Jú, ég get gert það. Það er bara, sorry, ég þurfti að horfa á þetta. Þannig að það verður þetta einn. Rounded corners. Rounded. Svo er einhver fyrir sem hér, svo er einhver mynd hér. Hún er miðjuð. Miðjuð mynd. Svo er einhver container utan þetta allt. Og kart er miðjað. Ég teikna mér á töfnum, þetta er rosa skemmtilegt. Kart miðjað. Ég skrifa út þetta. Miðjað. Þetta eru 200 pixlar. Svo man ég ekki. Svo eru eitthvað hérna 10 pixlar. 15 pixlar. 10, 15, padding. Hérna eru 10 pixlar og hérna voru engin pixlar, 0 pixlar. Þetta hérna liggur alveg við konteininu svona. David, ekki svona. Svona. Góð mynd. En, yes.
Síðan eru við þetta ofan eru 5 atriði sem að má gagnrýna og að minnsta kosti 5, þau eru töluvert fleiri og þá eru ykkar að finna út 5 atriði sem eru hér. Ef við byrjum bara hérna, þannig ekkert svo sem að þessu div id heading, að tventa þessu. Það mætti skilgreina þetta sem bara h2 og sleppa því að vera með id og ef við ætlum ekki að sleppa því að vera með id, að vera með class. Div class content, allt er góð með það svo sem. Figure, sleppa því að vera með class hérna, af því að það er ekki eitthvað sem við viljum. Já, ég meina að vera með class, sleppa því að vera með id, vera frekar með class. Og fyrir þetta hér, þá mætti ég setja fig caption í staðinn fyrir p. Það er ef þið eru svona alveg on top á því hvernig maður skilgreinir svona myndir, þá er fig caption það sem við segjum, þá erum við að binda captionið við myndina. Já, þið getur króta út allt, ég skil, svo lengi sem það eru ekki með þetta alveg í klessu, þá skil ég hvað þið meinið ef þið eru að benda á og gera það meira af því en minna. Þannig að hérna erum við með 1, 2, 3, 4 atriði í HTML, partnum af þessu. CSS, við erum með width 200 pixla, það væri örugglega betra fyrir okkur að skilgreina þetta í prósentum og nota max width. Hérna getum við notað padding, shorthand, til þess að gera þetta bara padding 10px, 15px. Cart heading hérna, hér væri hægt að vísa aftur í það að það ætti ekki að vera að nota id selector fyrir heading og það mætti nota em eða rem fyrir stærðina og margin 0 auto er tvítekið og ætti að vera bara einu sinni. Þannig að þetta var hvað 1, 2, 3, 4, 5 og paddingi hérna er tvítekið, já hérna 6 atriði hér. Þannig að í heildina er þetta 11 atriði og þið þurfum að finna út 5. Ok, ef við myndum vilja að kart myndi aðlaga sig að og virka í sem flestum aðstæðum, vera sem mest skalalegt, þyrftum við að og þá er það í raun að nota hlutfallslega stærðir í staðinn fyrir þær föstu sem við skilgreinum þarna ofan. Þannig að nota í raun em og prósentur og nota media queries ef það ætti að breyta því hvernig það hagar sér í einhverjum stærðum. Ég er brjálæður. Hver væri stærðin af kart samkvæmt boxmódulinu að það væri sett inn í element sem hefði breytt 500 pixla. Þannig að þá sjáum við eftir hérna að við erum með þannig að við erum í 500 pixla container en það er með width 200 pixla, margin auto, þannig aftur, þetta var smá vandræði á prófunu af því að margin auto, við getum reiknað út frá þessu, en það var, ég tók það síðan út í lokin og þó að maður reiknaði auto hvað það væri, af því að það er hægt að gera það með þess að 500 pluss plássin sem að boxið tekur, en ég mun ekki gera það aftur, þannig að við ætlum ekki að gera það hér. Þannig að vinstri og hægri marginu trýtum við bara sem 0 hér, left og right 0, padding 15 pluss 15 og border 1 pluss 1, þannig að á breiddina er þá 200 pluss 0 pluss 30 pluss 2, 232 og height er þá hérna einhver spurningamerki fyrir raun hve hátt er contentið. Þannig að það er raun eitthvað háð gildi sem við vitum ekki hvað þegar við erum að reikna út. Plus 10 sem er þá hérna 10 pixlar hér plus 20 pixla padding plus 2 pixla border. Þannig að það verður í raun eitthvað
x pluss 32 pixlar, þar sem x hæðin á contentinu. Það svolítið næstu spurning. Ok. Svo hérna JavaScript virkni, þar sem búið að taka út ákveðna parta af henni og setja stafi í staðinn. Og það, já. Það hafði áhrif á marginið og það var í raun líka til þess að, þú veist, fá okkur til að hugsa, það ekki verið að skilgreina með prósentum. Ef hann hefði til dæmis verið 50%, þá hefði það skipt máli upp á width á contentinu. En þetta var svona, þetta var ekki falleg spurning. Það var eitthvað vondur skapir þegar ég, ég gæti ekki skrolla skjöl eða eitthvað þegar ég var að semja þetta. Jú, ég var líka mjög góður skapir þegar ég fór yfir og þá, þú veist, hætti ég við og af því að það voru ekki margir sem voru að ná þessu. Þannig að hérna búið að taka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Þetta einhverjir partar af forritinu þar sem þið þurfum að setja inn eitthvað sem gerir þetta forrit þannig að það útfæri það sem sagt hér. Það þarf að finna alla takka, festa við þá fallið button handler þegar það smellt á þá með klikk. Og þá raun teknilega allt gefið hérna nema það að það þarf að muna að það document. Það document at event listener dom content loaded og þá tekur þetta hérna inn fall, þannig að B verður function og þá finnur það buttons og buttons notar hérna, document þar að sé hér, þannig að við þurfum að finna alla og þá ætlum við að nota það sem við notum til að finna alla, sem query selector all verður C og D í raun okkur gefið það hérna að sækja button, elementi button, þannig að það verður bara strengurinn button. If not return, þannig að if not buttons, þannig að við fáum tóma tilbaka, þetta reyndar ekki virka sem ég ætlaði það hana. En það hérna buttons, verður buttons, þá ætlum við síðan að ítra í gegn, þá F-ið verður for, þannig að við nota for líki hér, sem að það verður með þess að þrískiptu virkni hérna og G length og G í raun buttons, það það sem við ætlum að ítra yfir, fylkið og svo hækkum við I og fáum svo buttons I.H, H verður at event listener, það ætlum að bæta við event listener við það, I verður klikk og hérna verður smelt klikk og strengurinn I og svo J verður button handler sem gefið hérna í lýsingunni. I verður klikk, strengurinn klikk, J verður fallnafnið button handler. Síðan á þetta dæmi ekki við, þá ritgerðspurningar, þá hérna stigvaxandi aukning og tignarlegt niðurbrot hugtök sem skilgreina leiðir til að eiga við stuðning vafra, hvað þýða þau og hver helsti munurinn? Og gefið dæmi. En hérna verið að leita eftir því að þið vísi í það að við erum að vinna frá einhverju grunnhugtaki. Við erum að vinna með eitthvað gott efni, við bætum ofan á útliti, við bætum ofan á virkni. Og við bætum þetta á þetta stigvaxandi. Og svo þetta tignarlega niðurbroti það að við byrjum með einhvern vef sem við nota JavaScript fyrir allt og eitthvað brotnar, þá bregðumst við því hvernig það brotnar. Birtum jafnvel ekki neitt, birtum bara svartan skjá. Birtum við eitthvað, hei, þú verður kveikt á JavaScript til að nota þetta. Og dæmin gæti verið þessi, það getur verið að teikna mynd af MOM-inu eða eitthvað svona, til þess að vísa í hvernig progressive enhancement pælingin virkar. Vera progressively enhance á hlutina, gera betri hægt og rólega. Þessi spurningu ekki við. Þessi spurningu ekki við. Og þessi spurning á nokkurn veginn við að það mun vera svona spurning sem svona bara svona alveg eitthvað svona heildrætt yfir allt spurning sem þá eitthvað bara þið að fara að vinna eitthvað verkefni eitthvað framenda verkefni, hérna þetta bara eitthvað verkefni sem framenda og bakandi og það eitthvað lýsing á því hvernig það á að vera það skiptir svo sem ekkert aðalmáli
aðalmálið það að svara hérna hvernig myndir þú setja upp verkefnið þannig að auðveldið sé fyrir hópinn að vinna það og þá þetta bara alveg frekar idiot proof þið ætlaði að nota HTML til þess að setja upp og velja merkingafræðilegt element til þess að útbúa struktúrun ykkar til að nota CSS til að vinna útlit til að nota JavaScript til að vinna virkni þið ætlaði að setja þetta upp þið ætlaði að nota NPM til þess að sækja einhverja pakka þið ætlaði að nota browser sync þið ætlaði að nota Git til þess að geyma útgáfunar og svo hérna haga útfærslu og framenda og bakenda og þá það framendamegin það í raun bara þetta, nota HTML, CSS og þetta eitthvað svara spurningum, þannig að þetta setja upp form fyrir hverja spurningu, þetta setja upp einhvern handler á formi, þannig að þegar það svarað þá í raun framkvæmt einhver útreikningur sem gefur útkomu. Þá útkoman birt í einhverju elementi sem heitir staðar og skjánum og svo framvegis. Þannig að bara engin í raun bara því meira því betra. Kannski ekki ómikið. Fyrir ekki? Ég með í raun, ég skrifa hjá mér, eitthvað svona, það 3 atriði sem ég vil, til þess að ná alveg öllu þá þarf að minnast á þetta, þetta og þetta. Og svo í raun ég bara að sjá, það mikilvægast eins og hérna í prógramminu hans með spurningunni að það sé sýndur skilningur á því að þetta í raun að byrja frá einhverju og bæta utan það. Hvernig sem þið komið orðum að því, hvort þið notið myndir eða skrifið eða eitthvað og þið náðu því þá það check. Ef þetta gefið dæmi þá það annað check. Og það í raun hægt að svara þessu spurningum mjög hnitmiðað en það líka hægt að gefa í raun enn meiri upplýsingar og það sjálfsög ekkert vittlust þar á milli, svo lengi sem þið hittið á það sem við verðum að leitast eftir að fá svar við. Ok, prófið frá því fyrra. Ef við ætlum að tengjast við example.org væri best að nota aref http example.org, example.org, form method post, button example.org, form method get, allar aðferðir eru jafngóðar. Þannig bara basic hyperlink, það sem við viljum. Við erum að tengja saman eitthvað. Hinar leiðirnar virka, en þær eru ekki jafngóðar. Þetta í raun bara plain old hyperlink. Það sem við viljum hérna. A. 1, 2, á ekki við. Arrow functions í ECMAScript 2015 eru öðruvísi en föll. Hvernig? Endurskilgreina ekki this og ekki arguments hlutur. Endurskilgreina ekki arguments. Endurskilgreina this en ekki arguments. Endurskilgreina ekki this, aðeins arguments. Endurskilgreina this og arguments. Þessi spurning ekki góð. En þau endurskilgreina ekki this og ekki arguments. Það að segja, þau eru ekki með arguments fall og þau endurskilgreina ekki this út frá því úr hverju var kallað. Þau bændað ekki eins og function gerir. Nei, A hér aftur. Ef við höfum eftirfarandi CSS, hver breidd x, hæð boxins hæð boxins í pixelin samkvæmt boxmódulinu. Sem sagt, hver breidd sinnum hæð. Hérna. Þannig að þá þetta dæmi eins og áðan, þar sem við reiknum út hvað þetta og þá það hérna, það ekki box sizing border box, þannig að það 500, breiddin 500 plus 20, þannig að hérna tekið af right, plus 20, 540 plus 2, 542, þannig að það 542 hérna, þá getur við doppelteka height, 300 plus 40 plus 2, 342 plus 10, 352 plus 20, 372. Þannig svarið hérna A. 542 sinni 372. Þegar við athugum aðgengi vefja getum við nýtt okkur staðla sem innihalda leiðbeiningar og tilmæli um aðgengi, að hlusta á vef með skjáleysara, notað eingöngu lyklaborð við að skoða vef. Allt á ofan.
allt á ofan hérna, allt ágætislega til þess að skoða athuga aðgengi. Á ekki við hver er grundvallarmunur ef einhver, hvaða grundvallarmunur ef einhver er á HTML 4.0.1 og XHTML. HTML 4.0 er byggt á XML en XHTML og SGML, það er ekki rétt. XHTML er byggt á HTML5, það er ekki rétt. XHTML er byggt á XML en HTML 4.0.1 á SGML. Þetta er rétta svarið. Þessi spurning er vitlaust. Það eru þetta er ekki falsi og það er á að vera hérna hvert af eftirtöldum gildum er ekki falsi. Og þetta hérna þetta er bara vitlaus spurning. Hvað segirðu? Já, þú veist, hvert af eftirtöldum gildum eru ekki falsi áttun að vera sko og svo er þetta hérna gild ekki falsi. Þannig að það er þó að ég hefði leiðrétt hana með því að neitinni þá var hún ekki rétt af því að array er ekki falsi, tómi arrayin. Hugtökin frammendi, bakendi og HTTP tengjast á hvaða hátt. Frammendi er birtur notanda, gögnin sem eru birt eru sótt með HTTP á bakenda. Bakendi er birtur notanda, það er ekki rétt. Frammendi er birtur af vefþjón, það er ekki rétt. Bakendi útbýr gögn sem sendur með TCP/IP yfir á framenda. HTTP er tæknin sem við notum til að útbúa form, það er ekki rétt. Þannig að það er hérna, frammendi er birtur notanda, gögnin sem eru birt eru sótt með HTTP á bakenda. Hvernig tengjast query selector, query selector all og jQuery? Nota öll DOM-tré þegar leitað er að elementum í vefsíðum. Query selector og query selector all eru föll í jQuery forritasafninu. Nota öll selector syntax til að finna element í DOM-trénu, tengjast ekkert. Þarna má fara rök fyrir að þetta sé rétt, en þetta hérna svar er réttast. Þau nota selector syntax til að finna element í DOM-trénu. Þegar við útbúum XML HTTP request og framkvæmum AJAX-beiðni, fáum við alltaf JSON tilbaka. Þannig hint, það er ekki alltaf, það er aldrei það er svona hægt að hringja einhverjum viðvörunarbjöllum, en þetta er ekki rétt. Verður vefþjónninn sem við köllum í að skila cross-origin resource sharing hausum, þá er aftur hérna verður, hann verður ekki að gera það, hann getur gert það. Verðum við að huga að því að þegar við sækjum efni yfir net getur það verið hægt. Það er eitthvað sem við verðum að gera. Þannig hérna er svarið C. Fáum við aldrei JSON tilbaka, við getum fengið JSON tilbaka. Og verðum því að þátt að svara í JavaScript hlut. Þetta er það mætti teknilega færa rök fyrir því að þetta er, en við getum fengið XML og þetta svar er, já, teknilega, þetta er ekki ekki góð spurning. Hvað er Flexbox? Það er leið til að útbúa sveigjanlegt útlit sem kemur í staðinn fyrir position og leyfir ykkur að skilgreina útlitið auðveldlega á tveimur ásum. Leið til að útbúa sveigjanlegt útlit sem virkar með position og leyfir ykkur að skilgreina útlit auðveldlega á tveimur ásum. Leið til að útbúa sveigjanlegt útlit sem kemur í staðinn fyrir position og leyfir ykkur að skilgreina útlit auðveldlega á einum ás. Leið til að útbúa fast útlit sem virkar með position og leyfir ykkur að skilgreina útlit auðveldlega á tveimur ásum. Það er ekki fast útlit, það er sveigjanlegt. Það kemur ekki í staðinn fyrir position, það er ekki á einum ás, það er á tveimur ásum sveigjanlegt og virkar með. Þannig að það er hérna B. Þegar við nýtum nýja virkni, ættum við alltaf að setja polyfill fyrir virknina, fletta virkninu upp á can use og ef hún er með yfir 90% stuðning getum við notað hana, meta virkni út frá verkefninu og þeim vöfrum sem við ætlum að styðja, allt að ofan. Meta virkni út frá verkefninu og þeim vöfrum sem við ætlum að styðja. Það er það sem við viljum gera. Það er C hér. Til að láta vefinn okkar verða skemmtilegri getum við notað breytingar og hreyfingar. Sér í lagi ættum við að forðast að nota transform, þar sem það getur valdið hægagangi. Láta allt hreyfast, alltaf, allstaðar. Halda okkur við hluti sem er ódýrt og hagstætt að hreyfa og breyta. Nýta 3D getu CPU með því að færa 0 transformið á nýjan layer.
þetta bara eitthvað bullshit. Halda okkur við hluti sem ódýrt og hagstætt að hreyfa og breyta. Og það rétt að svara hér. Hér aftur dæmi sem að gefur okkur eitthvað þegar við keyrum það. Við erum með hérna fylki af klukkunum margt. Fylki frá 1.9. Við ætlum að mappa yfir það og við ætlum að taka valueið og við ætlum að margfalda hérna með sjálfu sér. Þannig að við fáum út valuesfylkið, verður í raun allar þessar tölur margfaldað með sjálfu sér. Svo ætlum við að búa til annað fylki. Við ætlum að ídra í gegnum valuesfylkið í öfugri röð. Þannig að við byrjum hérna í values length -1 sem er þá 9, 8 og við ætlum að ídra í gegnum þau svo lengi sem að er jafnt eða stærra en 0 og minnka þá ætlum við að taka valueið úr valuesfylkinu og íta því á þetta results fylki og svo ætlum við að logga út results join hérna, þannig að við fáum út einhverja tölur þannig að við erum að tella eitthvað og við vitum að við fáum þetta í þetta hérna var það sem var upprunalega tekið og við erum að snúa því við þannig að þetta er svarið hérna A. Hér er dæmi eins og í hinu prófinu þar sem við verðum að biðja að finna 5 atriði sem betur mætti fara í þessum JavaScript-kóða og það er allt frá því að hérna mætti bæta við bilum hérna, þeir eru allt og þröngt hérna. Hér mætti nota const, hér mætti nota buttons for each, hérna á að nota click, hérna á að ok, skoðum það eftir, það er ættilega hérna er líka óþarfi að skilgreina þessa breytu, þá mætti við bara segja buttons foo.add event listener. Foo er ekki yfirleitt eitthvað sem við skýrum breytindur okkar. Og hérna mætti sleppa því að skilgreina því að við erum ekkert að nota Já, svo held ég að vanti semikomur einhvers staðar. En þarna eru einmitt 5 hlutir sem maður má benda á og það er allt frá því að vera eitthvað svona ósamræmi í því hvernig hérna, struktúrin á forritinu, inndrátturinn, hvort það vanti semikomu eða ekki, yfir í það í raun að vera með einhverja vitleysu, yfir í það að vera með betri breytunar, yfir í að nota aðra leiði til að ídra í gegnum hlutina. CSS, þannig að hér er verið að skrifa CSS, þar sem er í raun gefin upp gildi og þá er nóg að skrifa bara margin right 10, margin bottom 10, padding 20 px, border 1 pixel, solid 000, það er gefið hér. Takmörkun á hámarksbreidd, max width 400, takmörkun á lágmarksbreidd, min width 200. Almennt skal kart taka 1/3 af því lárétta plássi sem búið þannig að width ætti að vera 33%. Undir 800 pixlum taka helming af því lárétta plássi, 50%. Undir 500 taka allt það lárétta pláss. Og þá er gefið hérna allar reglurnar sem við þurfum að nota og media queryin sem við ættum að bæta inn í eftir því sem við á. Þannig er þetta að reyna að fylla inn í hvað erum að vera og þannig að þið þurfum ekki að leggja með inn alla hluti í CSS eða JavaScript. Ég mun ekki viljandi gera það, ég mun alltaf hafa eitthvað þannig að þið getið í raun lesið út úr því hvað er hér og hvað er þar þannig að þið náið í raun þið náið að svara spurningunni án þess að leggja eitthvað á minnið, eins og hérna, þetta er allt gefið. Eða þá að það er einhvern veginn eins og í dæminu þannig á hinu prófunu, það er einhvern veginn, það er lesið út úr og sjá að það hefur verið að nota document hér, já, við ætlum að nota document hér.
Hér er HTML og þá er þetta gefið upp hvernig efnið á að vera og svo eru þið beðin það að skrifa inn þetta, þannig að þetta kemur hérna aftur akkurat í beinni andstæðu það sem ég var að segja. Hérna þurfið að muna hvernig þið gerir H1 og P og ul og li. En við erum búin að skrifa svo mikið HTML að ég kannski gerir ráð fyrir þarna, en ég held að við myndum núna skrifa þessu spurningu, þá myndi ég skrifa hér eru dæmi element sem þið gæti vilja notað. Þá þurfið þið að muna hvað eitthvað er, section, hvað felur það í sér. Og svo kostar ekkert heldur að spyrja mig þegar ég kem í prófið, hvort eitthvað sé einhvern veginn eða öðruvísi. Bara allar spurningar, ekki vera feiminn við að spyrja. Þetta var ekki við. Og síðan eru hérna þetta quote, þetta minnum uppáhaldskvótum frá Tim Berners-Lee, og þá er í raun hægt að tengja þetta við aðgengi, aðgengismál yfir höfuð. Það er hægt að tengja þetta við progressive enhancement og responsive vefi. Og já, ég held að það hefur verið þau 3 atriði sem við verðum að leitast eftir að fá í þessari spurningu. ESLint, StyleLint, Babel og SAS. Þetta er þess að 2 tegundir af tólum, 2 linterar, með það þarf að reyna að koma fram að það sé annars vegar fyrir JavaScript og hins vegar fyrir CSS, og 2 transpilerar, annars vegar fyrir JavaScript og hins vegar fyrir CSS. Og þau leysa þessi verkefni, linterarnir að láta okkur vita að villum, og Babel og SAS leyfa okkur að komast í aukna virkni, nýra virkni eða bætta virkni með SAS í dag. En við getum notað það í verkefnum okkur í dag. Þessi var ekki við. Og svo er aftur svona project spurning. Það sem er aftur eitthvað verkefni gefið upp, og verkefni í sjálfur sér kemur bara svona nokkurn veginn að spurningunni, það er ekki aðalatriði, það er aðalatriði hvernig myndið þið setja þetta upp. Hvernig myndið þú setja verkefnið með að bæði verið skrifa framenda og bakendakóði og margir myndi vinna í því. Þannig að þetta er hérna skipta niður verkefnum, nota Git, nota HTML sem er semantic, nota CSS, nota JavaScript, gera það responsive, prófa það á þessum tækjum og hinn tækjunum og svo framvegis. Herðu, þetta tók miklu lengri tíma en ég ætlaði, en takk fyrir veturinn.